Herðu, ok, þá kíkjum við hérna á hluta E. Við erum að fjalla markgildi og aðfellur. Og við ætlum bara að kíkja bara strax hérna á þessa töflu hérna. Þannig hérna erum við að skoða fallið 1 deilt með x. Og við ætlum að athuga hvort þetta markgildi sé til. Það er að segja ef x stefnir á 0, hvað stefnir þetta brot á? Og athuga hvort markgildi sé til eða ekki. Og byrjum bara hérna að fylla út þessu töflu hérna. Þannig að hérna er x1. Hvað er þá f af x? Jú, f af x er ekkert annað en 1 deilt með x. Þannig að þetta er 1 deilt með 1, sem er 1. Hérna er x 0,1. Þannig að þetta er 1 deilt með 0,1. Það er 10. Þetta er 1 deilt með 0,01. Þetta verður 100. Þetta verður 1000. Þetta verður þá 10.000. Þannig að þið sjáu það að eftir því sem þessi hérna tala, þetta x hérna undirstriki, eftir því sem hún verður minni, að þá verður broti stærra. Ef þetta x hérna er rosalega lítil tala, 0,000000001, þá verður brotið því stærri tala. Þannig að þá getum við svarað þessari spurninguna. Ef að x stefnir á 0 ofanfrá, það er að segja x er eiginlega að verða 0, en bara aðeins stærri 0, bara pingupons. Þá segjum við að þetta hérna f af x, það stefnir óendalegt. Það verður óendalega stórt. Eftir því sem x verður óendalega nálægt 0, þá verður brotið nálgast það óendalegt. Ok, endurtökum leikinn, nema núna í staðinn fyrir 1 deilt með 1, þá er 1 deilt með -1. Það verður bara -1. 1 deilt með -0,1 verður -10. Þetta verður síðan -100, -1000 og -10.000. Þannig að sama er að gerast hérna, eftir því sem x-ið, það er að segja talan undirstriki, eftir því sem hún verður lægri eða nær 0, eftir því sem hún verður nær 0, þá verður brotið því stærri tala eða með því meiri 0. Og við sjáum það að eftir því sem nálgumst 0 neðanfrá, það er að segja að þetta verður -0,00001, þá verður brotið stefnir á -óendalegt. Og hvað ætti þá markgildið x stefnir á 0 að vera? Og svarið einfaldlega er ekki til. Ok, og af hverju er þetta ekki til? Jú, af því ef við stefnum á 0 ofan megin frá eða hægri megin frá, þá fáum við óendalegt. Ef við stefnum á 0 neðan frá eða vinstra megin frá, þá verður fallgildið -óendalegt. Þannig er ekki til. Og við getum líka, ef maður teiknar þetta falli upp, 1 deilt með x, þá lítur það svona út. Þannig að í töflunni hérna hinum megin blaðinu, þá var x1 hérna var 0,1, hérna var 0,01, þannig að við vorum alltaf að fara hérna nær 0, og það sem gerist á það, þessi ferill, hann fór inn og upp, rauk upp og upp í óendalegt. Hérna síðan var -1 og -0,1 og -0,01 og svo framvegis. Og þá fór þessi ferill lengst niður yfir í -óendalegt. Þannig að sjá það, ef x verður 0, eða x stefnir á 0, að þá getum við ekki sagt hvað falli verður, af því að ef það er aðeins stærri 0, þá erum við lengst upp í óendalegu. Ef það er aðeins minni 0, þá erum við lengst niður í hérna í -óendalegu. Þannig að við getum ekki sagt að markgildið sé til. Hérna sýnir dæmi 2.2 að þá er það að teikna þessi föll í GeoGebru og passa ykkur á því þegar teikna til dæmis þetta fall. Munið í GeoGebru
að setja sviga utan þetta. Hérna þurfa að setja sviga utan setja sviga utan þetta, sviga utan þetta. Engin svigi nauðsynlegur hérna, né hérna. Þannig að passa ykkur að nota svigann. Þannig að þá nota ég GeoGebru, teikna upp þessi föll og athuga hvort að markgildi séu til eða ekki og þið sjáu svörin með GeoGebru. En ef að markgildi ekki til, nú þá þurfum við að fara að tala svona vinstra og hægra markgildi eins og var hérna. Í dæminu hérna fyrir ofan, þá var markgildið ekki til og það var af því að vinstra markgildið og hægra markgildið var ekki að sama. Ok. En þá komum við hérna kannski aðalpartinum í þessum hluta hér, hluta E, að það lóðfellu. Og það langbest að teikna línu til þess að útskýra hvað lóðfella og hvað lágfella Hérna svo samanlega formleg skilgreining sem náttúrulega nauðsynlegt að lesa yfir, en til þess að útskýra það langbest að sýna mynd. Ok. Ef að við erum með tökum sem dæmi að við séum með svona og við erum með svona. Ok. Þetta bara einn fínasti ferill. Ok, þannig að lágfella. Byrjum á lágfellu. Lágfella bein lína. Bein lárétt lína. Og hún virkar þannig, í þessu dæmi, að þá þessi lárétta lína og hún hérna. Og ég ætla að gera hérna sem punktalínu, hún bara sjáist betur. Þannig að þessi punktalína, þetta lágfella. Og það sem hún gerir að, að ferillinn sem við sjáum hérna, að eftir því sem hann fer hérna lengst til hægri í hið óendanlega, að þá verður hann óendanlega nálagt lágfellinni. Það að segja að þessi ferill hann stefnir að lágfellinni og nálgast hana. Og alltaf nær og nær, þetta kannski alveg nógu vel teiknaði mér. Þannig að segjum að þetta sé 1, hérna mínus 1, hérna 2. Þá þessi lágfella hérna f af x saman sem 2. Og enn og aftur, ferillinn eftir því sem fer hérna lengst til hægri, að þá ferillinn að nálgast lágfellina. Hún fór aldrei yfir hana. Ferillinn fer aldrei yfir lágfellina, heldur bara að nálgast hana. Og sama gerist hérna vinstra megin. Eftir því sem við fyrir lengst til vinstri, út í mínus óendanlega, að þá þessi lína hérna alltaf að nálgast lágfellina. Hún er alltaf að nálgast í sjálfu sér 2. Það rétt að segja. Við getum þá skrifað upp svona. Markgildið þegar x stefnir út í óendanlega fyrir þessa línu 2. Einu sem þetta þýðir hérna vinstra megin, það sem þetta vinstra megin segir ef x mjög stór tala, hvert verður fallgildið? Hvað verður y-gildið? Y-gildið verður 2. Og ég myndi líka segja að ef x stefnir á mínus óendanlegt fyrir þetta fall f af x, þá verður fallgildið eða y-gildið líka 2. Ok, þetta lágfella. Nú, ég ætla að teikna líka hérna lóðfellu.
Lóðfella er svipuð og lágfella nema það lóðrétt strik. Ok, segjum þetta hérna sé bara 1, hérna 2, mínus 1, hérna 3. Þannig að hérna þessi lóðfella, hún einfaldlega skrifuð sem x sama sem 1. Þannig að sem að gerast hérna að eftir því sem þessi ferill okkar, eftir því sem hann fer hérna upp í óendanlega, að þá nálgast hann þessa lóðfellu. Hann nálgast þessa línu, hann fer aldrei yfir hana, bara nálgast hana. Eins, eftir því sem þessi ferill fer niður í óendanlega, að þá nálgast hann lóðfelluna líka. Og því sjáum við alveg myndrænt hvað það gengur út á. En spurningin hvernig reiknar maður þetta út? Hvernig finnur maður þetta með einhverju dæmi? Þannig að við skulum taka eitt dæmi með þessu. Snúum þessu við hérna. Þannig að, og já, lágfella og lóðfella, þetta kallast aðfellur. Hörðu, þannig að við erum með svona feril. Við ætlum fyrst að byrja að finna lágfellu. Ok, lágfella lágfella lárétta línan. Lágfella lárétta línan. Og við getum þannig orðað spurningunum svona, hvað verður ferillinn þegar x verður rosalega stórtala? Ef við látum x stefna bara óendanlegt. Ef x verður óendanlegt, hvert stefnir fallið okkar? Þannig að þessi gerum bara einfaldlega þetta hérna. Sem hvað markgildið? X stefnir óendanlegt. Hvað gerist hérna? Og þá byrjum við að skoða, ok, þetta x hérna verður rosalega stór tala. Hvað gerist við þetta brot? 2 deilt með rosalega stóri tölu, það verður bara 0. Ef þið ekki sjór með það, prófa bara að taka reiknivélina, gerir bara 2 deilt með þessu 9, bara einn stóri tölu getið, og þá sjáu þið fáið út tölu með nálægt 0. Þannig að þetta verður 0 plus 3 sem saman sem 3. Ég get síðan líka spurt hvað ef x verður mínus óendanlegt. Það að segja ég fer lengst til vinstri. Já, 2 deilt með mínus óendanlegu, það verður líka 0. Þannig að þetta verður 0 plus 3. Þannig að við sjáum það að eftir því sem við förum lengst til hægri og lengst til vinstri á ferlinum okkar, þá endum við bæði skiptin í 3. Þannig að út frá þessu hérna, þá getur ég sagt, ég með lágfellu í f af x sama sem 3. Nú var það komið. Ok, þetta auðveldara parturinn. Að finna lóðfelluna erfiðara. En aftur, lóðfellan, hvernig hún fundin út? Þá erum við að spyrja okkur, í hvaða x-skildi? Þannig að hvar er x-skildið? Hvar er þessi lóðrétta lína þar sem ferillinn fer lengst upp í óendanlegt eða lengst niður í óendanlegt? Það er að segja að hvernig getum við látið þetta hérna, f af x, hvernig getum við látið þetta vera rosalega stóra tölu? Ok, við erum með 3 hérna, það hjálpar okkur ekki sérstaklega mikið að gera þetta stóra tölu, en við erum með hérna eitthvað brot, og brot getur orðið mjög stóra tölur ef að það sem undirstriki, ef að það mjög nálægt 0. Munið þess að gerðum áðan. 2 deilt með tölu nálægt 0 og það var óendanlegt. Þannig ef að x hérna verður mjög nálægt 1, ef þetta nálægt 1, þá verður undirstriki nálægt 0. Og ef að undirstriki nálægt 0, þá verður þetta brot nálægt óendanlegu. Já, plus eða mínus óendanlegu.
ég get spurt, ok, ef að x stefnir á 1 og megin frá, hvað gerist hérna? Þetta verður 1,000001 eða bara mun nærri einum heldur en þetta, en þið skiljið hvað ég á við. Þannig að þessi tala undirstriki verður aðeins stærri 0. Það verður aðeins stærri 0 sem þýðir að 2 deilt með 0 verður bara óendanlegt. Og óendanlegt pluss 3 bara óendanlegt. Eins ef ég læt x stefna á 1 vinstra megin frá, að þá verður þetta hérna x, þetta verður 0,999999. Það þýðir 0,9999 mínus 1 verður mjög nálægt 0 en það verður mínustala. Þannig að það verður mínus 0,00001 og 2 deilt með slíkri tölu verður mínus óendanlegt. Og mínus óendanlegt pluss 3 bara mínus óendanlegt. Og þetta hérna segir ykkur að við erum með lóðfellu í x sama sem 1. Þá erum komin okkar lágfellu og við erum komin okkar lóðfellu. Þannig að sjá þetta hérna. Fyrirparturinn lágfellan, látum x stefna óendanlegt, látum x stefna mínus óendanlegt. Hvað fáum við út úr því? Búm, við fáum út 3, það er þá lágfella. Fyrir lóðfelluna þá þurfum að sjá út með brotinu hvað þarf x að vera svo að undirstriki hérna verði 0 eða mjög nálægt 0. Af því að leið og verður komið 0 undirstriki að þá mun allt brotið stefna óendanlegt. Og leið og það sem undirstriki stefnir óendanlegt, leið og það sem undirstriki stefnir 0 og þá fer brotið óendanlegt, þá fer það hérna lengst upp eða lengst niður. Og já.